Komið sæl pólitíkin 12. þáttur, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Gestur minn í dag Páll Magnússon, fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis og oddviti Sjálfstæðisflokksins þar. Við ætlum að huga aðeins að málefnum kjördæmisins vítt og breytt. Suðurkjördæmi hefur 10 sæti á Alþingi, en kjördæmið auðvitað hið gamla Suðurlandskjördæmi að viðbættum Hornafirði sem áður tilheyrði Austurlandskjördæmi og svo Suðurnesjum sem voru áður hluti af Reykjaneskjördæmi. Þetta sem sagt gríðarlega víðfemt kjördæmi og atvinnulífið langt frá því að vera einsleitt, en svona helstu atvinnuvegir eru sjávarútvegur, landbúnaður, ferðaþjónusta og verslunarþjónusta af öllum toga og margt fleira. Páll Magnússon, velkomin. Takk. Það hlýtur nú að vera allmikil áskorun að sinna svona víðfemu kjördæmi. Já, það það. Það hefur nú verið bent á það til dæmis að kjördæmi sé ámóta stórt og Danmörk. Þannig að það langt endan á milli, allir sé ekki langleiðina í 700 kilometrar held ég, ef þú frá Reykjanestá og austur. Þannig að þetta gríðarlega víðfemt og eins og bendir á þá eru þarna mjög fjölbreytt atvinnulíf. Ferðamennskan hefur tekið mjög yfir, þess vegna verður kannski þetta ástand sem við lifum núna sérstaklega áberandi í þessu kjördæmi. Ég held, við höfum náttúrulega, ef þú byrjar bara á upphafspunktunum sem í Keflavíkurvöllur og umsvifin þar, við horfum náttúrulega fram á atvinnuleysi þar sem er komið yfir 25% á Suðurnesjum. Og svo getur þú tekið svona gassalegri dæmi ef þú heldur austur eftir kjördæminu og á smærri stöðum sem eru farin að byggja eiginlega alfarið á ferðamennsku, eins og Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Vík og það allt saman, að það áttu kannski komið með 40% atvinnuleysi. Þannig að en á móti kemur svo að þetta sjávarútvegur þetta mjög mikilvægur líka og það kosturinn við þetta má segja af samsetningunni eins og þú varst að telja hann upp það að eggin eru svo sem ekki öll í sömu körfunni. Þannig að það svona huggun harmi gegn í því ástandi sem er núna. Og það væntanlega þannig þegar fólk verið framboði í svona kjördæmi sem er svona fjölbreytt og tekur á svo mörgu, þá þarf maður leið að setja sig inn í gríðarlega margt. Menn komast ekki kannski upp með það að vera bara með 2-3 atriði á lista. Það eru alls konar kerfi sem eru í gangi, landbúnaðarkerfi, það kvótakerfi, sjávarútveg og svo margt þarna undir. Já, og þetta í rauninni, þetta svona eiginlega kannski þverskurður af þessu. Þú ert með gríðarlega og öflugan landbúnað. Þú ert með mjög stór sjávarútvegsfyrirtæki og þéttbýlisstaði, bæi og þorp sem byggja fyrst og fremst á því. Og síðan ertu með ferðamennskuna sem kemur þarna mjög stór inn bara fyrir nokkrum árum. Þannig að þetta er svolítið flókin samsetning en að samaskapi gerir þetta mjög spennandi allt saman. Og möguleikarnir þarna eru náttúrulega óþrjótandi. Og þetta eru viðkvæm, það má segja það, þetta eru þetta viðkvæmt fyrir alls konar sveiflum og núna þessi ferðamennska að taka þessa niðursveiflu en meðan sjávarútvegurinn aftur í blóma að breyttu breytanda. Við erum núna að fara inn í þetta annað árið í röð sem auðvitað sjávarútvegsparturinn af kjördæminu eins og Vestmannaeyjar og fyrir austan, Höfn og svona að taka höggið af því að þetta annað árið í röð sem loðnubrestur og ofan á þetta COVID-vesinn allt saman. Þannig að þetta eru margar ögranir, mörg verkefni og mörg vandamál til að leysa þannig séð en að samaskapi mjög spennandi. Hvernig finnst þér svona fólki heima í héraði vítt og breytt? Hvernig gengur þið að takast á við þennan mikla vanda sem við etja núna? Ég held að menn séu að höndla þetta bara býsna vel allt saman og þessi vandi hefur svona borið með mismunandi hætti að ýmsum stöðum. Við sjáum til dæmis að Suðurnesin fyrir utan staðina sem ég nefndi áðan eins og Skaftárhrepp og í Mýrdalnum að taka ofboðslegt högg út af efnahagspartinum af COVID. Við sjáum svo til dæmis í mínum heimabæ í Vestmannaeyjum að þar fóru menn í gegnum mjög sérkennilegt tímabil varðandi heilbrigðispartina af þessu, það að segja veiruna sjálfa og að því að þar var smit mjög útbreitt en tókst hins vegar að slökkva í því mjög hratt. Nú engin sýktur í Eyjum en ég held að
hann sagði mér það Kári Stefánsson að líklega væri þetta heimsmet í viðbrögðum við faraldri af þessu tagi, að næstum því helmingur af eyjamönnum gekkst undir sem sagt sýnatöku, mjög stór hluti fór í sem sagt í sóttkví og þar sem sagt kom eiginlega veiran sjálf mjög brátt að fólki, smitið var mjög útbreitt, mjög hratt og dó svo mjög hratt líka. Nú svona talandi þitt kjördæmi, nú hafa augun landsmanna svolítið beinst til dæmis að Helguvík og uppbyggingu þar í tengslum við svona möguleika uppbyggingar á vegum NATO, stækka hafnarkantinn og margt fleira. Það eru líka alveg svo mörg undirliggjandi tækifæri í þessu kjördæmi. Já, það eru náttúrulega, og ég held að almennt séð að þó að megi kannski segja að hlutfallslega verði þetta kjördæmi, ef þú berð þetta saman á kjördæmavísu, kannski harðast úti í afleiðingunum af þessu COVID-fári og öllu, að þá standu þetta vonið til þess að við komum mjög hratt út úr því líka þegar þetta lagast. Ég hef bent á það út af þessu sem þú varst að tala í sambandi við Helguvík og framkvæmdunum þar. Sko, það kannski ber fyrst til að taka að við erum auðvitað aðilar að þessu varnarsamstarfi annars vegar við NATO eða í gegnum aðild okkar að NATO og hins vegar með sérstökum samningum með Bandaríkjamenn. Þetta er partur af þjóðaröryggistefnu Íslands og mér hefur fundist og það hefur svo sem komið fram í fréttum að þetta hefur orðið að miklu álitaefni og ágreiningsefni, kannski milli innbyrðis, milli stjórnarflokkana. Og ég hef verið að benda á það að það sé í raun og veru algjörlega óásættanlegt að svona einhverjar gamlar, eins og ég hef kallað að kaldastríðskreddur, það er að segja einhver gömul sjónarmið sem voru hér við lýði Ísland og NATO hér burt og þar fram eftir götunum. Aðild okkar að NATO og þessu varnarsamstarfi er partur af bæði utanríkispólitíkinni og þjóðaröryggistefnu Íslendinga. Og við getum þá ekki leyft okkur út af þessum gömlu kreddum að standa gegn í rauninni þeim skuldbindingum sem við höfum undirgengist á þeim vettvangi og líka það að grípa þau tækifæri sem felast í því. Eins og ekki síst kemur fram í sambandi við norðurslóðir og þetta öryggishlutverk sem við höfum og eigum að hafa og við eigum að stefna því að hafa varðandi bara öryggisgæslu hér á norðurslóðum og gera það sem til þarf varðandi innviða uppbygginguna hér sem snýr til dæmis að því þú nefndir Helguvík að hér geti lagst stór olíuflutningaskip að bryggju að það séu nægar olíubirgðir í landinu og þetta snýr líka að öryggi okkar sjálfra. Þetta er ekki bara það að þetta sé út af einhverju varnarsamstarfi í gegnum NATO eða við Bandaríkjastjórn, heldur snýr þetta bara að öryggi okkar Íslendinga sjálfra að þessir innviðir séu í lagi. Og ég hef bara bent á það að miklu fremur en að tefja þetta, þá ættum við að fremsta megni að flýta þessum framkvæmdum sem eru á teikniborðinu þarna, eins og til dæmis við hafnaraðstöðin í Helguvík. Þetta er í eðli sínu borgaralega framkvæmdir, þetta er ekki hernaðar framkvæmdir, þetta er ekki til þess fallið að auka hernaðar umsvif á Íslandi eins og sumir segja, heldur er þetta innviða uppbygging sem gagnast öllum, líka okkur hér innanlands. Svo er þetta líka bara norðurslóðamál til langra framtíðar og við byggjum bara á þessum varnarsamningi áfram frá 51 og aðildin í NATO er í fullu gildi þó svo herinn hafi farið, þannig að þetta er í rauninni eins og þú segir, þetta er bara áframhaldandi framkvæmt þeirra skuldbindingar sem við höfum tekið. Þetta er það og þetta er ekki, það ber ekki að líta á þetta sem einhver, sko, eins og andstæðingarnir hafa málað þetta upp sem aukningu á hernaðarumsvifum, þetta er það alls ekki, þetta er bara til þess að tryggja að hér séu þeir innviðir fyrir hendi og mannvirki sem þarf til þess að við uppfyllum þær skyldur sem við höfum glöð undirgengist vegna þess að akkur okkar af þessu samstarfi ég er að minnst okkur jafn mikill ef ekki meiri heldur en þeirra sem við erum að í þessu samstarfi með. Hvernig líst þér á opnun landamærana núna 15. júní? Þetta er svona, það er verið að stíga ákveðið skref og það er náttúrulega líka í því ákveðin óvissa en
en þetta líka nauðsynlegt vegna þess að við getum auðvitað ekki gjörsamlega sett allt í frost í marga mánuði, kannski sérstaklega ekki þegar við höfum náð svo sem góðum líka árangri í baráttunni við COVID-19 en svona hvernig leggst þetta í þig sérstaklega fyrir höndi mitt ferðaþjónustunar á svæðinu? Sko ég held að ég hafði mínar efasemdir fyrst þegar var verið að kynna þessi áform og lagði mig eftir því að tala við þá sérfræðinga helsta sem ég veit í þessu og þeir leggja málið upp einfallega með eftirfarandi hætti. Það verður alltaf ákveðin áhætta við fyrstu opnun og við erum í ástandið sem við þekkjum ekki, við höfum aldrei upplifað þetta alveg svona, þannig að það í rauninni allt nýtt sem við erum að gera. Ég var hins vegar sannfærður það í þessum samtölum að það þessa áhættu verðum við að taka á einhverjum ákveðnum tímapunkti og hún verður ekkit minni eftir mánuð og heldur ekki eftir 2 mánuði og líklega ekki eftir 3 mánuði. Þannig að þetta svona taktísk ákvörðun, hvenær ætlum við að taka þessa áhættu, hvenær tökum við þetta skref og það mat okkar færustu sérfræðinga að við séum núna í þeirri stöðu að við ættum að taka þetta skref og áhættan ekki meiri núna heldur en hún verður næstu jafnvel misseri. En það verður alltaf þegar við gerum þetta, þá fylgir því ákveðin áhætta. Og ég held að okkur hafi borið gæfa til og það það sem ég eiginlega kannski ánægðastu með í viðbrögðum okkar, fyrir utan það að ég held að við séum að taka rétt skref og eftir því sem bara best verður vitað og eftir því sem við getum komist næst vitneskju þetta. Þá séum við að taka rétt skref hér ríkisstjórnin í þessu efnahagslega tilliti og í þessum efnahagslegu aðgerðum. En kannski enn fremur höfum við verið að taka og höndla þennan faraldur sjálfan á heilbrigðispartinum af þessu mjög vel. Og við höfum borið gæfu til þess sem þjóðirnar hér í kringum okkur hafa ekki gert vegna þess að ég hef lagt mig eftir því að fylgjast með til dæmis þessum daglegu hliðstæðu blaðamannafundum sem haldnir eru til dæmis í Bretlandi, Bandaríkjónum og öllum Norðurlöndunum. Eins og við gerðum hér daglega með þríeykinu okkar margumtalaða, að þar blönduðu menn saman pólitíkinni og efnahagsviðbröðunum og viðbröðunum við faraldrinum sjálfum, það að segja heilbrigðispartinum af þessu. Og mér þótti mjög ankannalegt að sjá og að fylgjast með þessum blaðamannafundum eins og þeir hafa verið haldnir á bæði í Bretlandi og líka á Norðurlöndunum. Það sem þeir standa saman, einhverjir pólitískir fulltrúar, gjarnan forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra og sóttvarnar yfirvöldin eða heilbrigðisparturinn af þessu. Og þetta hefur eiginlega verið eins og sitt hvort dýrategundin að sumu leyti, hvernig framsetningin hefur verið á þessu. Gæfan okkar var að aðskilja þetta. Og það held ég til dæmis og þess vegna hafa þessar aðgerðir notið svona mikils stuðnings og mikils trausts hér á Íslandi að fólk sá að þetta var að fara samtímis eftir 2 brautum. Sérfræðingarnir og það sem vitneskjan lá helst heilbrigðispartinn var þar og hjá þeim og stjórnmálamennirnir héldu sig við sinn lista. Því ég með þennan formála að það eina sem ég hafði efasemdir þegar þessi opnun var kynnt sem þú spurður að þá var hún kynnt sem fyrst og fremst pólitísk ákvörðun. Það kom þarna heill hópur af ráðherrum og kynnti þetta og það var kannski ekki nægilega mikil tenging þar á þeim punkti við sóttvarnayfirvöld á Íslandi og landlækni og sóttvarnalækni til þess að finna þessum aðgerðum eða þessari opnun hinn faglega grundvöll. Það hefði þurft að vera meiri slík nærvera. Já. Og þeir hefðu þurft að útskýra jafnframt, þetta áhætta, en hún verður jafn mikil eftir mánuð og 2 og 3 og það á einhverjum tímapunkti sem við þurfum að taka þetta skref. Í framsetningu gagnvart þjóðinni þá fannst mér aðeins skorta upp á þetta sem hefur kannski valdið því að þessi ákvörðun hefur kannski mætt mestri tortryggni af öllum sem hafa verið teknar á öllu þessu ferli. Við sjáum hvernig úrspilast með það en áður nú varst þingmaður og þá varstu og hefur verið stjórnandi í rauninni í mörg ári í fyrirtækjum bæði hjá Stöð 2 og svo seinna hjá RÚV og fjölmiðlabransin eins og við þekkjum, það getur brugðið hratti beggja vona þar. Þannig að þú svona
veist hvernig stjórnandi hugsar sem að horfir fram á svarta stöðu af og til og þá kemur að Icelandair sem þetta gríðarlega stór vinnuveitandi og í þínu kjördæmi og hefur þetta líka bara mikla þýðingu fyrir þjóðfélagið allt. Það þetta hættulegt eins og við vitum gamli fjölmiðlamenn að spyrja svona spurningar þegar maður ekki í beinni útsendingu því að svari getur úrelst mjög hratt en þetta tek ég núna upp í hádeginu á miðvikudegi. Hvernig sýnist þér að því þetta greinilega orðið svona taugastríð og þetta eiginlega verið að tefla bara hraðskák alveg fram á virðist vera síðustu mínútu í þessum kjarasamningum þá við flugleiðana og svo þessi hlutafjáraukning sem á að fara fram á föstudaginn sem bara forsenda ríkisaðstoðar í leiðinni. Þorir þú eitthvað að spá fyrir hvernig þetta muni spilast? Nei, ég þori nú varla að gera það. Ég kýs að taka eins og við sjáum og höfum fylgst með að það hafi verið mörg taktísk útspil í þessu. Bæði af hálfu stjórnvalda, af hálfu félagsins og nú það má segja kannski verkalýðsfélagana eða fagfélagana, stéttarfélagana líka og maður kannski verður að reyna að sortera aðeins út taktíkina sem verið að spila við stjórnvöld hafa líka að spila sína taktík útlistað ákveðin skilyrði líka bent og sumum hafi þótt að frekar kaldranalegt þegar það var gert að þá til dæmis okkar formaður, sjálfstæðismanna, fjármálaráðherra, hann auðvitað benti á þá staðurinn sem á að vera augljós að grunnskilyrðið sem stjórnvöld að hugsa það er að segja að tryggja hér samgöngur og þær verði í lagi, flugsamgöngur þegar þessu ástandi lýkur og en það er auðvitað hægt að gera það með öðrum hætti heldur en með Icelandair. Það er ekki eina leiðin til þess að tryggja samgöngur við Ísland þó að flestum okkar finnist það að það þurfi að vera einhvers konar flugfélag eins og menn tala í öðru samhengi og í öðrum löndum. Ég held að það hljóti að vera líka einhvers konar taktískt útspil hjá fyrirtækinu nú í gærkvöldi á þriðjudagskvöldi og við erum að tala þessa hluti hér á miðvikudegi að segja að þeir geti sem best samið við annað félag flugliða eða flugfreyja ef ekki takist að semja við þetta sem þeir eru að semja við núna og ég geti nú best trúa því að svona fulltrúar í stéttarfélögunum og ASÍ og allstaðar hálf trillist út af ummælum af þessu tagi því að þetta felur þá í sér einhvers konar staðhæfingu af hálfu félagsins. Já, þið skuluð, ef við viljum ekki og getum ekki ná samningum við þetta félag en við erum svona í aðra röndina þá að hvetja til þess að fólki í þessum bransa stofni bara nýtt félag sem væri líklegra til að semja við okkur. Ég er ekki viss að þetta útspil hleypi góðu blóði eða sé til þess fallið að auka líkurnar á samningum. En ég held að jafnt félagi sjálft og síðan viðsemjendurnir, það er að segja flugliðarnir að þeir hljóti að sjá nauðsynina, þessa knýjandi nauðsyn á að ná samningum og pressan á þeim báðum því að félagið fær ekki þá fyrirgreiðslu, fær ekki þá hlutafjáraukningu né heldur fyrirgreiðslu af hálfu ríkisins sem það er að vonast eftir ef það verður ekki samið og ef þetta tekst ekki að koma þess að stað þá að það er eiginlega hagsmunirnir og svo gríðarlegir beggja megin að ég vil nú bara halda því fram, ég er bara sannfærður það að þessi samningar munu takast af því að nauðsynin er svo knýjandi fyrir báða samningsaðila. Vona það. Við höfum verið að ræða svona þessum atvinnumálin. Vestmannaeyjar eru svona sterkt atvinnusvæði, þar eru öflug sjávarútvegsfyrirtæki og líka á Höfn í Hornafirði og svo er auðvitað mikið landbúnað en kannski þar sem skóginn helst kreppir virðist vera á Suðurnesjum og það er í rauninni ekki vandi sem að varð bara til með þessu COVID-19 ástandi, þetta hefur verið nokkuð langvarandi að manni finnst brotthvarf varnarliðsins var þar einbreyta fall vánefna aðrir en það er svona það sem er nær okkur í tíma en að því ég nú eins og þú veist fættur uppalinn þá mann ég bara eftir þessari umræðu alla tíð og það verður áhugavert að fá þín að sýna á þetta nú voru við þingflokkurinn á hringferð í vetur og maður er að fara til dæmis á staði eins og
Vestfirði, þar sem að fólk með alls konar hugmyndir og vil vera að skapa og gera hluti, en það til dæmis svona auðsýnilegu þáttur eins og flutningskostnaður sem stendur alltaf í veginum fyrir því að það hægt að gera ákveðið. Þarna ertu með svæði sem að í rauninni gríðarlega vel staðsett með alþjóðaflugvöll, nálægð við höfuðborgarsvæði sem þetta stór innanlandsmarkaður líka. Af hverju, getur þú greint það af hverju þessi vandi langvarandi þarna og bundin við þetta svæði eins og raun ber vitni, og svo þetta Reykjanesskaginn náttúruperla að mínum mati allavega og margra annara. Hvað veldur? Af hverju eru ekki hægt að nýta tækifæri með þeim hætti þarna að það bara einhvern veginn komist svona á brautarteinana? Sko ég held þetta rétt í þessu sögulega samhengi sem þú ert að draga upp, en ég held hins vegar núna að ef við horfum á tíman sko frá hruninu 2009 og svo aftur að þessu ástandi núna, að þá voru gríðarlega jákvæð teikn á lofti og einhver núna síðust árin, og við höfum séð þetta og þau eru mörg. Það hefur að vísu orðið svo breyting, sjávarútvegur skiptir ekki jafn miklu máli og hann gerði á Suðurnesjum, og það hefur farið kvóti og svona ýmislegt. Það er ekki gríðarlega mikill sjávarútvegur ennþá í bæjum svo Keflavík til dæmis. Nei. Þannig að þetta hefur breyst, en sko uppbyggingin, og ef við getum kallað það þenslan, hefur náttúrulega hvergi verið meiri heldur en á Suðurnesjum núna síðustu árin, og við vorum og sem sagt og áhrifana af því þegar herinn fór, já þau voru eiginlega horfin í svona efnahagslegu tilliti. Enda sáum við það að ár eftir ár að minnstakosti 5 ára skeið var fjölgunin á Suðurnesjum já líklega sko 2-föld á við fólksfjölgun annars staðar. Og það kom auðvitað eins og í ferðamennskunni í heild að aukningin, öll þessi ofboðslega þensla sem varð í ferðamennskunni á þessu árabili, hún náttúrulega, og við getum ekki hort fram hjá því að miklu leyti borin upp af vinnuafli sem kom utan að. Og það gildi til dæmis á Suðurnesjum líka. Það var náttúrulega gríðarlegur innstraumur af aðfluttu og innkomandi vinnuafli annars staðar frá. Og þetta hefur ekkert með að gera sko útlendingamálin að öðru leyti eða flóttamenn og svona. Þetta eru bara fólk frá Evrópu og Póllandi og alls staðar frá sem að koma þarna. Þannig að ég held að síðustu ár hafi einmitt sannað það að grundvöllurinn fyrir öflugu atvinnulífi og fjölbreyttu á Suðurnesjum var fyrir hendi og hefði haldið áfram þrátt fyrir minniháttar í þessu samhengi sem við erum að tala um núna, minniháttar áföll að borð við Vá og þar fram eftir götunum, því að það hefði komið tilbaka og lagast. Og ég alveg sannfærður það að það þarf hins vegar að koma til sérstakar aðgerðir núna, og þess vegna vorum við nú til dæmis að tala um þessar framkvæmdir á vegum NATO í tengslu við varnarsamstarfið og það allt saman. Að akkurat þetta svæði, Suðurnes, sem verða líklega fyrst til að taka við sér þegar við erum komin út úr þessu ástandi aftur. En það skiptir máli vegna þess að þú sér það að sko ég held að umferðin og umsvifin á Keflavíkurflugvelli séu núna á milli 3 og 4% af því sem það var, af því sem þau voru þegar mest var. Þetta hefur sem sagt minnkað 97%, 96-97%. Og sem náttúrulega gríðalegt högg, en árin þar á undan og þangað til við lendum í þessu COVID-veisinni eru fær okkur heim sannanirnar fyrir því að hversu gríðalegi möguleikar eru á Suðurnesjum eins og þú varst að útlista hérna áðan, og ég satt best að segja til framtíðar hef ég eiginlega engar áhyggjur af Suðurnesjum. Ég held þetta verði eitthvað mesta vaxtarsvæði á Íslandi, en til skamstíma núna hef ég miklar áhyggjur af því að höggið harðast þar. Sérðu í kjördæminu þínu ef þú væri bara einvaldur, tökum bara allt úr sambandi fyrir þig, vannýtt tækifæri sem þú myndir vilja nýta að þú getur bara keyrt eitthvað í gang, svona ekkert endilega atvinnumálum, bara mörgu öðru, svona hvernig, ef þú getur bara gert ótrúlega mikið allar bjargir til þess, hvað myndir þú vilja sjá fyrir kjördæmið þitt gerast? Sko ég held að
Kreppan og þessi niðursveifla og þetta vesen sem við erum í núna, þetta breytir miklu. Þetta færir okkur meðal annars heim sanninn fyrir því hvaða voru ofboðslega margir jákvæðir hlutir í gangi, ekki síst í Suðurkjördæmi. Snýrað öllum þessum atvinnuvegum sem við vorum að tala áðan. Ég held líka að það breytist margt í pólitíkinni við það sem við höfum gengið í gegnum núna. Á stóra sviðinu breytist margt í tengslum við það bara hvað við teljum vera eðlilegt umfang og hlutverk ríkisins. Ég held að það komi allt til endurskoðunar núna. Ég held líka að því að við erum að tala þessa matarkistu í rauninni sem Suðurlandskjördæmi bæði til sjós og lands, að ég held til dæmis að í þessum stóru kerfum okkar sem hafa verið fyrirferðar mikil í pólitískri umræðu, geymum nú sjávarútveginn en tökum bara sjálfbærni í matvælaframleiðslu, í mjólkurframleiðslu, kjötframleiðslu, garðyrkju og öllu saman. Ég held að stjórnmálin muni nálgast þetta með talsvert öðrum hætti eftir COVID heldur en fyrir COVID. Og við höfum séð núna að það er verið að gera nýjan samning við garðyrkjubændur. Ég held til dæmis að við munum í vaxandi mæli bara rækta okkar eigi grænmeti. Það mun minnka innflutningur á grænmeti. Ég held að stjórnmál þurfa að huga að því núna, og ég held að það sé miklu meiri hljómgrunnu fyrir því núna eftir það ástand sem við gengum í gegnum. Heyrðu, nú bara ekki best að við ræktum okkar tómata sjálf, sko? Eigum við ekki að tryggja nýtinguna á orkunni okkar, raforkunni, okkar hreinu orku, meira í þá átt að vera sjálfbær hvað þetta varðar. Þannig að ég held að þessi möguleikar í þessu kjördæmi, því varst að tala það, ég held að séu algjörlega ótæmandi. Bæði hvað varðar þessar hefðbundnu atvinnugreinar og nýsköpun í þeim, landbúnaði og sjávarútvegi, og svo náttúrulega, ég held að ég fari rétt með að það var að minnstakosti eftir eitt tímabili sem mælt var að þá var 80% af þeim erlendu ferðamönnum sem fyrir nú utan það þeir lenda allir náttúrulega í kjördæminu þegar þeir komu, en 80% af þeim erlendu ferðamönnum sem komu til Íslands lögðu leið sína hér á Gullna hringinn, fóru á Gullfoss, Geysi, Jökulsárlón og svo og þessa helstu ferðamannastaði og Austurfirði líka og síðan náttúrulega Austurfirði. Það byrjar hins vegar að fækka aðeins, mjög stór hluti fer ekki lengra austur en á Jökulsárlóni og en halda svo áfram austurum líka, stór hluti. Og þegar þú leggur þetta allt saman og þá breytingu sem örugglega verður í afstöðunni til innlendrar matvælaframleiðslu og svo síðan þegar ferðamennskan kippist upp aftur, þá eru alveg óþrjótandi möguleikar. Við vitum það til dæmis að framtíðin í fiskeldi, hún verður á landi og þangað eru menn smám saman að færa sig og landeldið verður samkeppnisfærara og færara gagnvart fiskeldi í sjó og þarna eru óþrjótandi möguleikar, ekki síst á Reykjanesi sem menn eru farnir að sjá núna fyrir, því að þar eru allar forsendur, hreinn sjór, jarðhitinn, landið, það þarf býsna mikið landrými undir landeldi á fiski og þegar þú leggur þetta allt saman þá sé ég eiginlega ekkert nema bjart framöndan í þessu kjördæmi. Við þurfum bara að koma okkur í gegnum þessa stöðu sem við erum núna og síðan liggur leiðin mjög hratt fram á við og upp á við. Já, mér líst vel að það. En svona kannski aðeins áður við skiljum við þig að það er búið að tala svo mikið þessa fordæmalausu tíma sem að svona þegar maður fyrir að hugsa máli betur maður ekki endilega sammála. Mannkynið hefur verið að takast á við alls konar áskoranir bara frá örófi alda og frá upphafi. Farsóttir, ýmiss konar heimsfaraldra. Bara fyrir öld síðan þá gekk faraldur yfir sem að lagði landið algjörlega í rúst og margt annað, heimstyrjöld og frostavetur mikli. Þannig að þetta eru þetta gríðarlegt högg eins og það hefur teiknað sig upp. En engan veginn eins og til dæmis stríðsrekstur, þó svo sumir hafi notað þá samlíkingu. Þú hefur nú til dæmis upplifað það í þinni heimabyggð, pabbi þinn bæjarstjóri þegar að fyrir að gjósa, hugsaðir, að gjósa inn í bænum. Ég meina, þetta er, þú veist,
sko, ég man þegar, þetta fyrir mína tíð, en þegar maður var að sjá fréttamyndir af þessu krakki, ég fekk þetta pínu á heilan að það geti gosið bara einhvern veginn inn í bæ, þetta er eins ógnvænlegt og það hugsa skatt og hefði geta í rauninni verið bara endalok Vestmannaeyja, þú veist, ef höfnin hefði lokast og þetta hefði einhvern veginn þróast með hræðilega hætti. Hvernig hefur til dæmis svo reynsla móta þig að hafa lifað það? Ég held að hún hafi mótað mann eða eiginlega meiri þátt í því hvernig maður er samansettur heldur maður gerir sér almennt grein fyrir. Og ég held að sjá nú bara til, það var nú ekkit þá, sko, maður heyrir það núna þegar maður talar við fólk á mínu reki og eldra jafnvel sem upplifði þetta á eigin skinni. Menn voru aldrei að pælinin, ég hugsa til dæmis að orðið áfallahjálp ætli það sennilega ekki verið til þá og auðvitað var þetta sko eiginlega meiri ógn heldur maður kannski gerir sig grein fyrir. Þetta er eins og þú, ég meina veðuraðstæður hefði getað valdið því sko að það hefði orðið bara, fólk hefði bara stráfallið og orðið, og þetta hefði allt orðið miklu, miklu verra. En þetta voru þó þannig að sko 3/4 af húsunum í Vestmannaeyjum fór undir hraun og var ekki endurheimtur. Miklu fleiri fóru svo undir vikur sem voru svo mókuð út. Þannig að þetta er auðvitað ef þú yfirfærðir gosið í Vestmannaeyjum, afleiðingarnar og hvernig þetta leit allt saman út og baráttuna við það að byggja þetta allt upp aftur. Ef þú yfirfærðir það á landsvísu og væri svo að bera það saman einhvern veginn við það sem við erum að gangi gegnum núna, þá er það auðvitað allt annars eðlis og ógnin miklu, miklu meiri heldur en þessi sem við erum þó að upplifa í dag. Ég held hins vegar að því þú varst að bera þetta saman við styrjaldir og aðrar hörmungar, að þá held ég að við verðum sko að hafa í huga að það hefði flestir talið það eins og upphafa á einhverju lélegri vísindaskáldsögu, að maður hugsanlega hefði borðað leðurblöku í Kína og nokkrum mánuðum seinna hefði heimurinn allur verið á öðrum endanum út af því. Öll lönd lokuð, öll landamæri lokuð, stór hluti í sóttkví, útgöngubönn og ég veit ekki hvað og hvað, yfir allan heiminn. Þannig en það kannski í svona stærra samhengi sýnir manni kannski vegna sem maður hefði aldrei trúað þessu, að einhver veirufaraldur gæti haft þessar afleiðingar. Og þetta sýnir kannski líka vanmáttinn í allri þeirri tækni og öllu því sem við ráðum yfir í dag, að þá sýnir þetta kannski vanmáttinn í því að öll læknavísindi heimsins eru þess vanmegnug að bregðast við þessari veiru. Það verið að spá því að það tæki 2 ár að finna bóluefni til dæmis. Við gátum þá ekki meira en þetta þegar átt að herða. En hitt sem þú talar af því að við nefndum það áðan í þessu eyjasamhengi sem við vorum að tala út af því hvað veiran lagðist hratt og mikið og skart yfir eyjarnar, yfir Vestmannaeyjar, að þá ég held til dæmis að menn hefði ekki tekið þessu í eyjum að þessari stóísku róseiðmir gerðu, þessum smitum og þessum sóttkvíum og einangrunum og öllu því sem þarna fór fram og þessari gríðarlegu þáttöku í því að gefa sýni og bara hvernig bæjarbúa brugðust við þessu, því að þetta var miklu hastarlegra í eyjum heldur en annars staðar. Að ég held að þar hafi mönnum nú gagnast reynslan af gosinu, að það sé best bara að taka þessu með æðruleysi þegar svona hlutir gerast og þó þetta sé ekki saman að jafna áfallið eða ógnin, að þá held ég þetta móti ekki bara persónu einstaklingana að þetta móta svona samfélagslegan karakter líka, hvernig samfélag tekst á við svona aðsteðjandi og utanaðkomandi vanda. Já, samheldni lykilforsenda. Rétt áður en að við klárum þetta, Páll, þú ert búin að vera landsþekktur frétta- og fjölmiðlamaður í áratugi og svona heimilisvinur margra í því hlutverki, en við veitum líka og fréttamennskan snýst mjög mikið það að vera svolítið að grauta í þjóðmálaskálinni en samt alls ekki frá sama punkti og stjórnmálamaðurinn. Þetta er mjög mikilvægt að halda því aðskildu og það er allt mjög viðkvæmt, þannig að það þó eins og margir auðvitað reynda fjölmiðlamenn hafa gert, hafa farið út í stjórnmál,
að þá það samt svona, það mjög mikið skref vegna að þú ert að segja svolítið mikið skilið við þá þessa fortíðina. Hvernig fannst þér það? Var það erfitt og hvernig svona hefur þér liðið í pólitíkinni? Hefur hún staðið undir væntingum? Kannski já og nei. Maður hafði auðvitað verið áhorfandi að þessari pólitík og meiri sé að haft af henni svona óbeint og á ákveðnum tímapilum á þessum starfsferðlu öllum atvinna af því að fylgjast með henni og fjallum hana og þar fram eftir götunum. Sko, nú kem ég náttúrulega seint inn í þetta. Ég þá orðin hvað? 62 ára, eitthvað svoleiðis. Man nú aldrei alveg nákvæmlega hvað ég gamall, sko, en eitthvað svoleiðis. Og ég stundum sagt þessa sögu, þegar ég tók þessa ákvörðun, þá átti ég í svolítið baksemi sjálfa mig. Þetta var þannig, og ég held ég sé ekki að upplýsa neitt leyndarmál þó ég segi frá því, ég var með standandi tilboð, sem sagt að halda áfram í þessum fjölmiðlabransa, sem að mörgu leyti var mjög freistandi svona almennt séð, því að maður var farin að telja sér trú það að þetta verður svo auðvelt að gera þetta, svo auðvelt fyrir mig, ég kann þetta allt, been done it og engin vandamál og þóttist vita allt og skilja allt og kunna allt í þessu og fín vinna og þetta var sem sagt þetta tilboði laut að þeim partinum af fjölmiðlamennskunni sem ég þótti skemmtilegastur. Þannig að þetta virkaði eiginlega mjög sjálfgefi fyrir mig að ég gerði þetta. Ætti kannski eftir að vinna í svona 5 ár í viðbót og eitthvað svoleiðis og þá myndi ég bara sigla þessu svona farsællega í höfn en hefði þá eiginlega aldrei gert neitt annað alla mína ævi, alla mína starfsævi heldur en að vera í fjölmiðlum. Við erum bara í ykkur svona sjálfvirkni. Já. En hvað var þetta fór fram hjá mér? Nei, ég vil helst ekki segja til að segja frá tilboðinu en hérna þegar ég var nú bundin trúnaði með það. Já, ok. En sko kvöldið áður heldur en að prófkjörsfresturinn rann út. Þá var ég ákveðin í að sleppa þessari pólitík og taka tilboðinu. Og ég var mér þessi svo ákveðin að ég hringdi í þann sem hefði gefið mér þetta tilboð og sagði, heyrðu, ég tek þessu tilboði og ég kem 1:00 á morgun og við skrifum undir. Mér minnir að framboðsfresturinn í prófkjörinu hafi runnið út 12:00 þennan sama dag. Og þegar ég fór að sofa var ég ákveðin í því að taka þá sem fyrir mér var létta leiðin ljúfa, fínt þetta bara, og sigla inn í sólarlagið bara þar í starfsferðlunum. Og sleppa þessari pólitík, þetta væri eitthvað sem eins og hverjunu vitleysa að gera þetta. Þegar ég vaknaði hins vegar og fór að hugsa þetta, að þá sagði ég við sjálfa mig, heyrðu, þetta væri þá þér líkt, þú tekur bara þægilegri leiðina og ert hættur að nenna að ögra sjálfum þess og gera eitthvað allt annað. Og það var eiginlega þessi hugsun sem gerði það að verkum að ég kom hingað niður í Valhöll, klukkutíma held ég, eða hálftíma jafnvel, bara áður heldur en þessi framboðsfrestur rann út. Skráði mig til þáttöku í þessu prófkjöri og hringdi í þennan mann sem ég var að tala og sagði að ég kæmi ekki 1:00, ég væri hættu við. Og þannig að þetta var svona fyrir mér svona dálítið persónulegt drama þessa klukkutíma þennan morgun. Ég sé ekkit eftir að hafa gert það, því að ef það er eitthvað sem maður á ekkit endilega alltaf að vera að ögra umhverfi sínu, en þú átt aldrei að hætta að ögra sjálfum þér. Og ég hefði séð eftir því ef ég hefði ekki tekið þessa ákvörðun og reyndi eitthvað nýtt, tekið skrefið út úr því þar sem ég var örugur og þekkt allt og kunn allt eða taldi mig gera það og prófa eitthvað nýtt úr því að það virtist vera innan seilingar. Þannig að ég hef aldrei séð eftir að hafa gert það og margt mjög uppbyggjandi, ögrandi og spennandi og mikilvægt í pólitíkinni en ég neita því ekki heldur að margir partar af henni eru leiðinlegri og eða kannski ómerkilegri að sumu leyti heldur en ég hefði fyrirfram haldið. Þannig að svarið eiginlega bæði já og nei. En ég sé ekki eftir að hafa gert þetta og úr því að ég gerði þetta þá reyni ég bara að verða eins miklu gagn og ég get og það bað mig enginn að gera þetta, ég tók þessu ákvörðun sjálfur og ég verð þá bara að standa og falla með henni. Akkurat. Heldur það hafi haft áhrif að vera bæjarstjórasonur? Það getur bara vel verið. Já, ætli það ekki. Það var talsvert talað þessa hluti. Bæjarmál eru þó samt dálítið mikið öðruvísi heldur en landsmálin og en svona eiga föður í stjórnmála umhverfi já, það getur vel verið. Svona það verði einhvern veginn inngróið já,
að þetta sé eitthvað sem að... Já, og auðvitað skiptir þetta miklu máli Já. og það er fjarri mér að lenda eða setja sjálfa mig í þá stöðu eins og sumir kannski gera of mikið af að tala stjórnmáli niður. Þetta er gríðarlega mikilvægt starf og ofboðslega mikilvægt að fólk sé af þessar heilum hug og vandi sig við þetta, þó það séu bara eins og svo sem kannski í öllu öðru í mannlegu fari að þá eru þetta talsvert að ómerkilega heitum þarna líka en mikilvægið er alveg ofboðslega mikið. Og gefur tilganginn, Páll Magnússon, það var gaman að fá þig í spjall og heimsókn, en við víst að vera mættir á fund eftir stuttastund og þurfum að borða eitthvað áður. Takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig.